Já, sæl verið öll. Mér var falið að lesa hér upp samantekt eftir föður hennar Kristínar, hann Jóhann Friðriksson, Jóa Hólnum. Og þetta eitthvað sem hann setti saman þegar hann var út í Hamborg fyrir 20 árum. Og þetta heitir Upphafi jarðelda á Heimaey 1973, persónuleg reynsla og hugleiðingar. Já, hratt flýgur stund. Það eru brátt 30 ár síðan í janúar 1973 jarðeldar brutust út á Heimaey. Einu sem í byggð, en Vestmannaeyjar teljast 16 talsins fyrir utan Sker og Dranga. 10 árum fyrr vorum við minnt á ofurkrafta náttúrunnar þegar eldar komu upp úr hafinu í suðvestri 30 km frá Heimaey, þar sem ætíð voru vinsæl og gjöful fiskimið á 160 metra dýpi. Svo mikill var krafturinn þar að uppkom á 4 árum sem gosið stóð Surtsey, 3,5 ferkílómetri að stærð. Nú hafa veður og vindar sorfið eina, þannig hefur hún minnkað meir en helming og núna 1,5 ferkílómetri. Á þessum árum þótti okkur notalegt að vita af eldinum út í hafi og mikil rómantík að fylgjast með spilverki gosklampana bera við heiminn, sérstaklega á dimmum nóttum. Við vorum því svo lítið stúrin þegar það hætti að gjósa þarna 1967. Í mínum huga og margra sem ég þekki ekki nokkur vafi á því að reynslan af þessum miklu náttúruhamförum var okkur til góðs, hve við eyjabúar sýndum mikla stillingu og æðruleysi 1973 og hlutum alþjóðar aðdáun fyrir. Örlaganóttin 23. janúar 1973 sýndi okkur Vestmannaeyingum og öðrum að við vorum í hendi Drottins. Eldsprungan með stefnu frá Heklu, frægasta eldfjalli Íslands, kom upp í 1200 metra fjarlægð frá austustu byggð á Heimaey, 15 til 1800 metra löng með stefnu austur fyrir Helgafell, eldfjalli sem gaus fyrir 5 til 6.000 árum og mun hafa myndað stóran hluta eyjarinnar og tengt saman Norðurkletta og Stórhöfða í suðri. Eldsprungan var þannig í örlítilli fjarlægð frá sofandi byggðinni með 5.300 manns, þannig að öllum var borgið, ekkert mannslíf fórst. Daginn áður var aftaka veður svo slæmt að fiskibátaflotinn var í höfn. Fljótlega bárust tilkynningar frá lögreglu að fólk skyldi flýta sér niður á höfn í fiskibátana sem allir voru í höfn eins og fyrir segir. Hús mitt stendur á hæð í miðri Heimaey, það bil 3 kílómetra frá glóandi eldsprungunni og við vorum 5 heima. Ég ásamt börnum okkar, Ástþór 17 ára, Kristín 13 ára, Jóhann 12 ára og Davíð 7 ára, en eiginkonan Svanhildur ásamt Vigdísi 3 ára dóttur okkar voru sem betur fór staddar í Reykjavík. Við klæddum okkur og ókum bílnum austur á eyju til að kanna hvað væri á seyði. Heiman að sást vel til eldstöðvanna en við vildum komast nær og ræða við menn. Á leiðinni hittum við fljótlega vinafjölskyldu sem bjó í Austurbænum. Ég fékk þeim húslykla og sagði þeim að fara heim á Hólinn, við kæmum fljótlega. Þetta fór á annan veg. Við komin tilbaka að sækja meira af fatnað og teppum fyrir börnin, höfðu vinir okkar ekki skilað sér svo engir lyklar voru til að komast inn í húsið. Við ókum niður á höfninni og þangað streymdu bæjarbúar ofan í bátana og fluttu flóttafólki til Þorlákshafnar sem liggur 42 mílur vestan Vestmannaeyja. Ég var svo heppinn að finna vini okkar við lyklana en þau höfðu ákveðið að flýta sér til hafnar og komast í bát. Ástþór, elsti sonurinn, fór með systkini sínum borðið danska Pétur, góðan en nýlegan fiskibát sem var undir stjórn heiðursmannsins Emils Andersen. Þegar börnin voru farin af stað fór ég að huga betur á foreldrum mínu sem bjuggu í næsta húsi. Móðir mín treysti sér ekki sjóleiðis til lands, reyna heldur að bíða og treysta á flug morguninn, enda leit vel út með það, veðrið hafði alveg gengið niður og komið logn. Sjúklingar frá elliheimili og sjúkrahúsi komust allir með flugvélum. Þegar birti að degi. Nóttina fórum við feðgarnir í Landakirkju
og kveiktum öll ljós í kirkjunni svo allir gætu séð að kirkjan vildi á táknrænan hátt þakka almættinu fyrir gifturíka björgun eyjabúa. Einnig geymir sagan þá minningu að Landakirkjan var eina húsið á Heimaey sem ekki var neinn hlutur tekinn úr meðan jarðarldar geisuðu. Er ég ævinlega þakklátur biskupi Íslands, séra Sigurbirni Einarssyni, hve vel hann tók málaleitan minni, er ég ásamt Guðmundi H. Guðjónssyni organista, gengum á hans fund og hann kom í veg fyrir fyrirætlanir að flytja lausa muni úr kirkjunni fyrir okkar tilmæli. Það var orðið kyrrlátt morguninn, flestir flúnir til lands, allir heilir án minnstu óhappa Guði sé lof. Talið var að 80 til 100 karlar væru eftir í bænum. 10 var boðað til fundar í bæjarstjórn, flestir bæjarfulltrúar farnir en nokkrir okkar eftir. Ég minnist það sérstaklega að meðal annars kom þekktasti jarðfræðingur Íslendinga, Sigurður Þórarinsson, á fundinn. Hann eins og við allir viðstaddir lýstum þakklæti og lotningu okkar hve vel hefði tekist til með björgun eyjabúa og flutning til lands. Varðandi framgang eldgossins kvaðst Sigurður á þessari stundu eiga eina ósk okkur til handa úr því sem komið væri. Nefnilega að meira gerðist á eldsprungunni. Hefði þetta verið ótrúlega rólegt upphaf og ef ekki færi að ske meira svo munaði, óttaðist hann að jarðeldar getu blossað upp annar staðar á Heimaey. Sigurði var heldur betur ósk sinni því fljótlega eftir hádegið heyrðust ógurlegir skruðningar og umrót á miðri eldsprungunni og upp frá þessu fór hún að lokast til endana þannig að gosið hélst á sama stað og ekkert skeiði annar staðar. Dagana sem eftir komu hafði ég nóg að gera. Á þessum árum rak ég stærstu fatnaðarverslun eyjanna, Drífanda, og margir klæðalitlir fóru þakklátir frá mér. Reyndi ég eftir mætti að hjálpa þeim sem verst voru staddir. Heima á Hólnum var nóg að gera. Fullt hús sérstaklega mönnum sem voru komnir til að huga að eigum sínum. Umhverfis ekki svo slæmt, askan hálfur metri á dýpt umhverfis húsið og dapurt var að líta yfir byggðina, alltaf fleiri og fleiri hús sem urðu jarðeldunum að bráð. Tugir manna sváfu í húsinu fyrstu næturnar, margir þeirra höfðu orðið fyrir þeirri hörmulegu reynslu að sjá húsin mörg hver hverfa og mörg ný hverfa undir hraunflóðið. Dáðist ég mjög og geri enn að dugnaði þeirra á hugbrigði og þannig liðu dagarnir og næturnar. Samstaðan var aðdáunarverð, nokkuð sem aldrei gleymist. Fljótlega séð varð að hverju stefndi greip sig ótti að höfnin myndur lokast hraunið fór að renna til norðurs. Aðfaranótt 8. febrúar var útlitið hvað ömurlegast við stóðum nokkrir á Hringskers hafnargarðinum, minnist ég sérstaklega Bjarka Elíassonar, þá yfirlögregluþjóni í Reykjavík. Hafði glóandi hraunið sótt gríðarlega hratt fram á móti Kletsnefinu og vatnsleiðslan og rafstrengurinn frá landi fór í sundur. Fullir kvíða og vonar biðum við þess verða vildið út við Kletsnef og áreiðanlega stigu bænir til himins. Þegar innan við 200 metrar voru frá hrauninu, sem hafði þá runnið 15 til 1800 metra frá eldgígnum og að Kletsnefi, virtust sem stóru hraundrangarnir sem brotnað höfðu frá gígnum, meðal annars flakkarinn, hefðu strandað og því ekki komist lengra. Og aldrei lokaðist höfnin sem í mínum huga var mesta kraftaverkið næst björgun eyjabúa við upphaf jarðaldana. Hérna var komið sögu var ég ásamt Hafsteini Stefánssyni valinn af bæjarstjórn til Norðurlanda farar vegna væntanlegra kaupa og innflutnings á tilbúnum húsum fyrir eyjabúa á meginlandinu. Urðu þetta 530 hús sem reist voru á 23 stöðum á landinu. Sú stórmerka saga bíður betri tíma. Þessi minningar brot frá upphafi jarðaldina 1973, reynsla mín og hugrenningar skráðar í Hamborg í febrúar 2001. Jói á Hólnum.